þá var Beridós. Ennþá svona gildandi. Við vorum, ég var í fyrra í Rúmeníu, við vorum 3 ár þar, Halla Gunnars, ég og Margrún Bernadóttir með stjórnmálaskóla fyrir konur í Rúmeníu. Bara eiginlega að kveikja þegar að koma, við erum ekkert að predika fyrir það hvernig við gerum þetta í Íslandi, þá byrjuði Halla sem við vorum með Beridós, við vorum með þetta og þær kveiktu svo mikið á þessu, þetta var svo skemmtilegt. Já, það var alveg... Hún var að deyja núna, hefur ekki? Hún falla frá, Berit. Er það? Ég bara núna, ég sé það mánuði, eitthvað svoleiðis. Ok. Já, það er það. Bara fáöldruð. Eru þið ready? Já. Yes. Heyrist í okkur eða þurfum við að vera nær mikrofóninu? Það er góð spurning. Heyrist þér? Góðu. Ok, það. Þurfum við ekki að vera, já, Bara fyrir að leggja af stað í þetta. er mikrofónninn nógu nálægt? Jú, það náður það. Við þurfum ekkert að hafa. Já, mér finnst ég svolítið tala út í geiminn, sko. Svona bara. Já, þetta er fínt. Eigum að setja stólarna með eða? Nei, það er eitthvað út af kafi. Ok. Ingi kann þetta. Já. Er ég í lagi nú? Yndislegt, við reynum kannski bara að halda öskurunum í lágmarki. Einhver átökinn aftur. Dásamlegt, þá bara hefjast að handa við þetta. Verið öll velkomin. Hér setjið og eins þeir sem eru heima að horfa á þetta einhverstaðar úr fjarska í þennan fund í þessari umræðusirpu heimili heimsmarkmiðana hér í Hannesarholti. Þetta er svolítið fallegu dagur, finnst mér, bleiki dagurinn, sérlega viðeigandi kannski að konur komi saman og ræði málin og morgun er kvennafrídagurinn. Þannig að tímasetningin gæti ekki verið betri eða fallegri að mínu mati. Kannski líka ágætt að ég kynni mig, Guðrún Sóley Gestsdóttir heiti ég og er dagskrárgerðarmaður á Ríkisútvarpinu og naut þeirra forréttinda að fá að stýra hér einum fundi fyrir nokkru síðan réttindi fatlaðs fólks. Af því hér er verið að tækla stóru málin hreinlega og ekki töluð vitleysan á þessum fundum í það minnsta þeirra sem ég hef séð, sem nú allnokkrir, ofsalega skemmtilegt og vel að þessu staðið. Og sumsi í dag er umræðuefnið kvenréttindi, sem nú hugtak sem ég hef hreinlega ekki heyrt í langan tíma, meira rætt jafnréttismál og við ætlum að það var einhvers konar svona undir fyrirsögn að við ætlum að ræða stöðu kynjajafnréttis í dag, sem er kannski einhverja mati útrætt mál, ekki að mínu mati, langt í frá. Það má alltaf gera svo miklu betur og það er áskoranir sem að mæta okkur á þessum vettvangi, taka bara á sig nýjar og nýjar myndir sem ég held að við þurfum alltaf að vera svolítið á varðbergi gagnvart, í það minnsta meðvituð og upplýst og aldrei sofna á vaktinni í ljósi og vari þeirrar baráttu sem að konur hafa hingað til innt af hendi í okkar þágu. Það getur nefnilega verið óslega hættulegt að gleyma forréttindunum sínum, gleyma þeim réttindum sem maður býr við og taka þeim sem gefnum og sjálfsögðum hlut sem að má aldrei gerast. Þess að þá er hætt við því að þau séu tekin tilbaka. Þannig ég held að það sé svona kannski, þetta langar mig að brýna þá áminningu hérna í upphafi fundar. En hér sitja alveg dæmalaust góði gestir og það eru Brynja Elísabet Halldórsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, Tatjana Latinovic sem er formaður eða forkona Kvenréttindafélags Íslands og svo er það Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður Kvennalistans og prófessor emeritus. Verði velkomin að hingað hérna svo holdt. Gleðilegan bleikan dag, sömuleiðis. Sumsé, stórt umræðefni hér hjá okkur í dag. Við tefti aðeins svona á því helsta, það er þetta hægt að hafa ýmsa afstöðu til þessa málaflokks og ekki síst kannski út frá bara persónulegri reynslu, ekki síður en ykkar miklu sérhæfingu og fræðagreinum og ég vildi kannski svona aðeins heyra frá ykkur í upphafi fundar hvað það er innan þessa flokks sem að brennur helst á ykkur, hvar sjáðu þið fyrir ykkur skemmtilegust og mestu áskorunirnar, hvað er ykkur mest hugleiki þegar að nefnd eru kvenréttindi eða jafnrétti kynjanna, ef við bara hefumst hand á þér, Brynja Elísabet. Já, ég held að, ég var einmitt að hugsa í morgun hvað mér fannst svona mest
brennandi áhug hjá mér og það innflytjendakonur. Ég byrjaði fyrir nokkrum árum á að með rannsóknarhópi að rannsaka reynslu innflytjendakvenna af því að verða fyrir ofbeldi annaðhvort í nánum samböndum eða í vinnunni og við erum búin að loka svolítið rannsókninu og erum núna að vinna úr gögnunum þannig að við erum ekki alveg komið alveg stórtækar niðurstöður en það hefur verið það sem hefur brunnið í brjóstinu á mér síðustu árin og það kannski ekkert sérstaklega skemmtilegt en það fannst mér og fyrst okkur mjög mikilvægt málefni og mikilvægt verkefni í augnablikinu. Sannarlega, Tatjana, hvað það svona helst sem Sem brennur mér? Á huga þinn í augnablikinu? Bara jafnrétti í víðu skilningi á kvenréttindi. Ég hef verið verki í jafnréttis og kvenréttindabaráttu á Íslandi svona í 20 og eitthvað ár. Stofnaði á sínum tíma Samtök kvenna af erlendum uppruna, þannig hér tengingin. En hef verið formaður kvenréttindafélags núna í 5 ár. Og það eiginlega bara stórkostlegt og mjög gefandi að sýsla í þessu og vera í þessu, að vera að gera þetta á Íslandi. Við erum hér í miklum forréttindum sama hvaðan við komum miðað við önnur lönd þar sem konur eru bókstaflega í lífshættu að tala hluti sem okkur finnst við bara ræðum yfir kaffibotla og finnst alveg sjálfsagðir þannig að ég gleymi aldrei okkar forréttindum hér. Hins vegar held ég að það svo mikilvægt, við erum ekkert að tala jafnréttisbaráttu í jafnrétti að við munum ná jafnrétti. Ég held að við munum aldrei ná jafnrétti. Ég held að þetta sé alltaf einhver svona tókstreita reypið auðvitað að koma nýjar áskoranir og eða okkar skilning á samfélaginu vex eða dýpkar þannig að það sem brennur á mér að við nám jafnrétti eða að við öll í þjóðfélaginu, í samfélaginu sem við búum í njótum góðs að jafnréttisbaráttu kvenna aðalega sem hafa komið undan okkur. Kvenréttindafélagið stofnaði 1907 og það hafa margar konur og menn verið að berjast fyrir þessu og vinna í þessum málum meira en 100 ár en þannig við bara megum ekki sofna á verðinum og glúdra einhvern veginn allir þessari baráttu sem hefur komið undan okkur. Mikil sannleikur þarna á ferð og kannski er það bara ágætt, kannski er þetta að fara í polljónuleik með það að jafnrétti verði aldrei náð sem þýðir að við höfum alltaf þá eitthvað til að berjast fyrir og við missum aldrei þróttinn að við komumst aldrei alveg í mark. Það sagði einhvern tímann morgundagurinn kemur aldrei sem er ágætt líka þá höfum við alltaf einhvers að vænta í það minnsta. Sigríður Dúna, mikil reynsla á sviði kvennabaráttu og sumum finnst leiðilegt að vera alltaf að kenna svona lagað við slægi eða einhvers konar átök. Þetta er slagur. Þetta er slagur, það er kannski bara ekki að gefa afslátt af því. Slagur, sko. Og þetta var ekkert grín hérna í gamla daga og er ekki enn. Og ég vil taka undir með Tatjönu að við megum ekki sofna á verðinum og það er hins vegar þannig að í kvennabaráttunni eins og í annarri baráttu, því þetta er barátta, að þá hafa konur ekki bara það verða kynslóðaskipti og þau eru mjög nauðsynleg að það taki við yngri konur af þeim eldri en það er yngri á sínum eigin forsendum og það sem að ég vildi helst sjá eru nýjar hugmyndir, nýjar baráttu aðferðir. Það sem við vorum að gera fyrir 40 árum var nýtt þá, en það er ekki nýtt lengur. Og mig vantar eitthvað nýtt í þetta. Og ég vil líka nefna að ég er mjög ánægð að það sé búið að reisa hugtaki kvenréttindi til vegs og virðingar. Og ég vona að hugtaki kvenfrelsi fari nú að koma til sögunar líka því að jafnréttishugtakið er orðið svo innihaldslaust. Það er búið að setja svo margt inn í það.
jafnrétti svo margra og það mjög skiljanlegt. En hvað kvennabaráttu varðar, þá það orðið innihaldst lítið og dugar ekki lengur. Þannig að ég vil tala kvennabaráttu, kvenréttindi, kvenfrelsi og þar fram eftir götu. Það kannski svolítið lýsandi að einhverju leyti að það þykir nánast eins og að draga eitthvað niður eða að draga úr gildi þess ef þú setur kvenforskeyti fyrir framan. Já. Mér veist, sú stemning sumstaðar ríkjandi að þú mátt ekki tala kvennalista eða kvennamál eða kvennafræði, þá einhvern veginn verið að gera lítið úr þeim á einhvern hátt. Og þetta auðvitað bara valdatæki, þetta bara verið að nota tungumáli sem ákveðið tæki. Tungumáli rosalega mikilvægt, hvernig við notum það og skilja hversu gríðarlegt valdatæki það Nákvæmlega. Og það sjáum við svona í margslags notkun á tungumálinu. Til dæmis hefur mikið verið rætt inngildingu og inngildingar tungumál svo kallað og að reyna að frelsa íslenskuna undan kynjun eilíflega eða í það minnst að draga hana í kalladilkinn. Og þetta mjög umdeilt og sýnir kannski svolítið í það minnst að í mínum skilningi hvað tengd tungumálun okkar og hvað það snertir mikla tilfinningataugar hjá okkur. Hver ykkar afstaða til þess þegar reynt að setja svona rosalega ríkjandi karlkyn í íslensku yfir í allavega svona meira lýsandi eða bara hreinlega nákvæmara hvorugkyn. Finnst ykkur það vera að skrifa í rétta átt eða finnst ykkur það vera bara svona föndur sem að litlu máli skiptir? Við byrjum að þér, Brynja, Elska. Mér finnst það rosa mikilvægt, en mér finnst það líka mikilvægt að við fáum tækifæri til þess að velja það sem við erum að nota. Það er ekki bara að færa þetta allt yfir í hvorugkyn, heldur ef að maður vill vera forkona, eins og ég byrjaði í Jafnréttisnefnd Háskóla Íslands, að maður fái þá ekki einhver áróðu fyrir það að reyna aðeins að breyta tungumáluna. Því að það náttúrulega eitt af því sem langmikilvægast við íslenska tungumálið að það tekur breytingum. Það mikilvægt til þess að það haldi lífi að við breytum tungumálunu eins og við erum sjálf að breytast. Þannig að ég tel það jákvæð breyting, en ég myndi frekar vilja að fólk fái að velja svolítið hvað orð það notar. Hvað finnst þér til dæmis opinberar stofnanir sem ganga fram með góðu fordæmi í þessum málum? Finnst þér til bóta að þær tækju upp málsnið, þetta nýrra málsnið þar sem að nota hvorugkyn frekar en karlkyn til að lýsa blönduðum hópum? Já, ég gerði það allavega þannig og lærði íslensku þannig fyrir 25-6 ára síðan. Ég verði að velta ykkur á vonbrigðum og segja ykkur að Íslendingur ekki sér að báti þessar umræðu. Að því að í Serbíu sama umræðum þetta, löndum sem ég þekki, Króatíu líka, þar sem þau tungumál eru mjög kynjuð. Það alltaf sér ending fyrir konur og fyrir karllæðan og nú til dæmis kirkja, serbinskur íðunaröður kirkja patriarkinn fann að skipta sér að og vill bara fara allt í karlkynið aftur. Þannig að mikið umræða það og hefur mikið áhrif á stöðu jafnréttis þar. Þannig að mér finnst þetta svolítið áhugavert hvað þetta svona keimlík umræða og kemur út vegna þess að feðraveldið í svo fætur og vill ekki breytingar og við sitjum og tölum endalaus, erum við öll velkomin eða allir velkomnir sem fyrir mér skiptir það ekki öllu máli. En það það af hverju þessi umræða svona sterk núna finnst mjög áhugavert. Ég held að bara, það eitthvað í samfélagsgerð feðraveldis sem hópar og allar hættur gegn sér sem upplifir og gerir mikið mál úr þessu. Þannig að ég persónulega nota, ég segist vera formaður kvenréttindafélags forkona en ég segi allt velkomin. Mér finnst þetta einhvern veginn eðlilegra. Að segja það. Ég nota starfsfólk lengi og þó að ég nota fólk mjög mikið frekar heldur en eitthvað annars. Og manneskjur, Já, ég gerði það líka og eins og ég segi, ég lærði íslensku fullorðinsaldri og við lærðum þetta þannig í háskóla hér. Þetta rosalega hluti fyrir heild og þá ekki síst
mótstaðan gegn þessu. Og Sigríður Dúna, ég var í forvitin að heyra hvernig það birtist þér svokallað bakslag sem að kannski skynjun sumra og sérstaklega uppleggi þessa fundar hefur orðið á jafnréttismálum, jafnréttishugsun, kvenréttindahugsun. Ég man alltaf eftir því þegar maður sagði, ég er ekki feministi, ég er jafnréttisinni. Og það var bara svolítið svona kröftulega fordæmt á sínum tíma. Ansi gott fannst mér. En það sem að mig langar til að fá þig til þess að fjalla kannski er hvernig hugsanlegt bakslag birtist þér hjá ungu fólki í dag. Það var nefnt Patrek og fleiri ungir guttar, og ég vil leyfa mig bara að fullyrða að þetta sé nú mestmegnis guttar. Þótt að konur geti vissulega líka alveg verið talsfólk feðraveldis. Þar sem bara rætt konur af því sem að verður ekki lýst öðruvísi sem fyrirlitningu. Það er hlutgerðar og kyngerðar eiginlega settar í miklu þrengra samhengi heldur en kynslóðnar á undan okkur voru tilbúin að samþykja. Og nú mér vel kunnugt það sem kallast postfeminismi og allt þetta, sjálfsákvörðunarréttur í eigin líkama og annað slíkt. En einhverju hluta vegna virðist þetta vera að bjagast allavega sumstaðar. Hvernig sér þú þetta? Finnst þér þetta vera hreinlega hnignun? Sér þetta mikla afturför í þessu milli kynslóða? Nei, bakslög hafa alltaf komið og ég tel, og reyndar, ég var búin að undirbúa smá tölur, ætlarðu ekki að nota það? Bara endilega, maður endilega fyrir stána. Nei, ekki núna, ég meina ég ætla að svara spurningunni fyrst. Ég held að við ættum að byrja á því að segja nokkur orð. Akkurat, já. Og þar hluti að, ég ætla að tala hugmyndir og hvernig það eru gömlu hugmyndir gamla bændasamfélagsins sem stóð hér í 1000 ár sem við erum að glíma við. Hugmyndir sem segja að bóndi bústólpi og kona á að vera innanhús og vera fósturlandsins Freyja og svo framvegis. Þetta eru grunnhugmyndir sem við erum að fást við. Það birtast í tungumálinu og ég held að það sé bakslagið, þetta bara eitt af mörgum. Á allri vegferðinni hefur alltaf komið bakslag. Og það sem þessir guttar að gera, þeir eru bara að veiða upp úr þjóðardjúpinu gömlu hugmyndirnar það hvernig konur og karlar eiga að vera. Og þess vegna eru þeir ekki að gera neitt ljótt, skilurðu, fyrir þá sem eru sammála þessum hugmyndum, hvort sem þeir vita það eða ekki. Því að þessar hugmyndir eru líka í tungumálinu sem við tölum, eins og við höfum verið að tala hér. Og mér það alveg óskaplega minnistætt þegar við fyrstu þingkonu kvennalistans vorum kjörnar á þing í apríl 1983 að á kosninganótt kemur til mín fréttamaður og segir, ég ætla að óska þér til hamingju með að vera orðin þingmaður. Nei, sagði ég er þingkona. Og það var allt vitlaust og það var tekið upp í þinginu að þetta væri skammarleg niðurlæging fyrir Alþingi að á því sætu ekki bara alþingismenn, heldur alþingiskonur. Og ég man eftir Eiði heitnum Guðnasyni sem hélt þingræður þetta. Og þarna komum við aftur að þessu að þessar gömlu hugmyndir sem í grunninn á okkar samfélagi og stinga allstaðar upp kollinum að þær móta hugsunina, hvernig við hugsum, hvernig við tölum og auðvitað hvað þessi strákar að gera. Þannig að birtist þér raunverulega sem bakslag, það sem að eiga sér stað núna? Já, ekki nokkuð spurning. En ég ekkert óskaplega angistafull af því að við höfum hingað til geta átt við þetta. En til þess þurfum við að gera eitthvað. Ekki bara sitja og tala, heldur gera. Við þurfum aksjón. Og ég bíð eftir yngri konunum að þær taki sig saman og geri þetta eitthvað. Og það engin leið að eiga við hugmyndir nema með öðrum hugmyndum.
þú verður að vera á sama, með sama efni til að eiga við þetta og ég kalla hér mjög eindregið eftir nýjum hugmyndum til að eiga við þessar gömlu hugmyndir sem að umlíkja okkur allstaðar, sama hvar við erum, sama hvað við segjum og að ég bara kalla eftir því að konur taki sér nú til og kallar mig alveg vera með í því, allt í lagi með það, en bara taki sér nú til og virki sinn hugmyndakraft, sína hugmyndaauki, eins og við sögðum fyrir löngu síðan. Hvað getum við gert, stelpur? Hvað getum við gert? Hver að spyrja því núna? Spyr ég. Nákvæmlega. Kannski vantar eiginlega bara einhvers konar kraft eða innblástur í akkurat þetta sem þú ert að lýsa sér í núna. Mótstöðu gagnvart bakslagi, af því að við erum í afleiðingu gagnvart því, þá getum við ekki barist gegn því. Ef við erum ekki meðvituð það sem eiga sér stað, þá auðvitað verður aldrei til neina nýjar hugmyndir. Þá verður ekki krafti veitt inn í einhvers konar þá nýjast eða nýtt umhverfi fyrir til dæmis ungt fólk á Íslandi í dag. En ég er líka sammála því að það er mikilvægt að sjá það sem vel er gert og það sem vel hefur heppnast. Jafnvel þó að það sé stundum nýtt sem verkfæri til að tróða gagnlega framsækna umræðu ofan í svörðinn, en það ætlum við sannarlega ekki að gera í dag, en ég held að sé ágætt kannski að læra af því sem vel hefur heppnast og þeim árangri sem hefur náðst, til dæmis enn einu sinni í tungumálinu. Við ræddum það hér örlítið fyrirfundin, hvernig við höfum í dag skilning á hugtökum sem að fyrir bara hálfu ára síðan, 1 ári, 2, 3 árum, var algjörlega framandi og enginn hafði heyrt minnst á áður. Það er til dæmis hrútskýring. Mér finnst líka svolítið gaman að hvernig frekikallinn er orðið þessu svona einhvern veginn hugtak sem við þekkjum öll, við veitum nákvæmlega við hvað er átt. Og allavega flesti kallmenn í mínu nær umhverfi þeir vita fátt verra en að vera sakaður að vera akkurat sú típa. Þetta eru hugtök sem voru ekki til fyrir stuttu síðan og ég held að sé miklum árangri náð með því að skilgreina þessa hluti. Það er sköpun. Einmitt. Það er akkurat það sem ég er að tala um. Þarna koma nýjar hugmyndir í þessari sköpun. Akkurat. Og leið að við komum nafni á fyrirbærið, þá verður svo miklu auðveldara við að eiga. Brynja Elisabeth, þú hefur unnið gott starf á því sviði, veit ég, og til dæmis kynnt okkur fyrir hugtakinu öráreiti, sem á ensku heitir microaggression, sem að ég sem fúskari og amatör skynja sem einhvers konar það sem túlka mætti sem lítilsháttar árásir eiginlega eða undangröft í daglegu lífi, virðingarleysi einhvers konar sem er svona illa fingur á festandi en er enga síður til staðar. Ertu til að gera mér greiða og útskýra þetta svo margfalt betur sem ég veit að þú getur gert? Þetta eru hversdaglegar gjörðir og frásagnir þegar fólk segir eitthvað við mann sem að maður heyrir endurtekið. Ég hugsa alltaf sem mýflugu, þetta er eitthvað svona sem pekkar í því, þú veist alveg að á ekki að segja þetta við þig, en svo nærði ekki alveg af hverju og svo er þetta endurtekið þannig að rosalega ertu fín í dag, brostu aðeins meira. Voðalega talar fallega íslensku. Þessar frasar, það er ekkert sérstaklega illa meint með þessu. En þegar maður heyrir svona hluti endurtekið aftur og aftur og aftur, að þá fer maður svolítið að hugsa, er ég ekki alltaf að brosa? Eða lít ég út eins og ég sé með resting bitch face? Þetta er, þessar hugmyndir að allt í einu fer maður að spyrja sig hvort að maður er virkilega eins og er verið að segja eða ýja að. Þetta er rosalega undurförult. Og þegar ég byrjaði að tala þetta hér, að það var fólk meinar ekkert svona með þessu. Ég man fyrsta skipti, ég fór í starfsviðtal og ég var spurð hverra manna ert þú? Og ég var nýkomin heim, hafi verið í Bandaríkjunum í 20 ár og vissi ekki hvort það væri ólöglegt að spyrja svona spurningar í starfsviðtali. Í Bandaríkjunum er það algjörlega ólöglegt og ég sat þarna alveg og var bara á ég að svara þessu, á ég ekki og ég vildi fá þetta starf þannig ég svaraði því. En svo eftir á, þegar ég fór að tala við samstarfsfólki mitt, það var ein kona sem sagði, já, það var ekkert meint með þessu. Og ég alveg, jú, það var alveg víst meint með þessu. Og aðrir, þegar ég fór að tala við aðra sem höfðu aðeins hugsað þetta, þá var þetta ekkert mál. Þá var það alveg, já, þú hefur alveg rétt fyrir. Það hefði átt enginn að spyrja þér
þetta var vitlaust að gera og við vitum alveg af hverju hann gerði það en þannig að þetta er bara pingu pons og það eru rosalega margir sem að vilja ekki viðurkenna að þetta sé til af því að þetta er svo erfitt að leggja fingur á. Það er svona undir, þetta er svona ferðast aðeins undir yfirborðinu. Já, og þetta byrjar í kringum sko að hugtaki kemur frá David Sue eða Daniel Sue sem að var að skrifa minnihlutahópa sem sagt svarta og hvíta eða svarta og asíubúa í Bandaríkjunum og var einmitt þetta að það væri svona alltaf verið svona að pikka í sjálfsálit fólks með því að nota svona niðrandi sem er ekki niðrandi og þetta er það sama þegar maður er að tala konur. Tatjana, hvernig áhrif getur þetta haft? Svona af því að þetta er smá dropinn hóla steininn, sannast þegar saman kemur og þetta getur, er það ekki birst í því að það reynilega kvarnast úr sjálfsmynd fólks eða sjálfstrausti fólks til langs tíma? Ég hef heyrt konum sem tala fransku sem annað tungumál hún segir að þegar einhver hrósa henni fyrir franskuna henni þá veit hún segir ekki slæman dag. Það upplifði það þannig, annars myndi fólk ekki taka eftir því að hún tali með hreim. Þannig ég kannast auðvitað bara mjög mikið með þetta rosalega talar við góða íslensku og þá heldur maður byrju hlustaði manneski ekki heyrði maður ekki neitt það sem ég er að segja þannig að ég kannast auðvitað bara mikið með þetta og allar konur bara bandarísku lögfræðingur sagði við mig bara enga ástæðu no need to get excited eða svona bara æsa sig upp ég var ósátt við hans vinnu þannig að þá heyrði ég það alveg óþarfi að æsa sig yfir þess að við erum róleg og þannig ég ætla bara aðeins að nefna þetta með tungumál hvað það getur svona líka afvegaleitt í fyrra þessu stóra kvennaverkfallsfundi stærsta útifundi Íslandssöguna vil ég meina og það var það sem hans kom og við sem vorum í framkvæmdanefnd vorum bara í skýjunum hvernig þetta hefnaðist. Það umræða í einhverjum hópum þessu vika eftir þennan svakalega sigur fór í það að ræða orð feðraveldi af hverju erum við á móti feðrum. Feðraveldi orð, beinbygging af patriarki. Þeir búin að vera í tungumálum meira en 100 ár en þetta það sem 130, ég var eitthvað að googla hvernig var þetta þitt en það var ég var svo bara bæði konur að kalla, ég er alveg öll fyrir jafnrétti en bara af hver segja feður að gjalda það var eitt, annað var og afsakið orðbæði við fólkofbeldi það fór alveg svakalega fyrir brjósti á fólki þó að við höfum verið að segja fólkofbeldi það byrjaði á Íslandi held ég með fólkkanser krabbaminn það var það en það fór svakalega fyrir brjósti á fólki þegar maður verið bara svo steinhissa hvað það þá þetta ekki bara tungumál það eitthvað annað sem bak við þetta svo vildi ég aðeins bara bæta við það því þú kallar þetta nýjum ungum konum og nýjum þær hafa verið að koma við höfum verið með Fríður Nýbólbildingu sem verður á næsta ári og held ég 10 ár síðan það byrjaði það var eitthvað annað núna ég ætla að segja og svo er MeToo það var eitthvað annað það muni koma við vorum að taka saman áhugaverð og svo kemur MeToo öfgar sem hafa fengið aldeilis að heyra að það sé öfga og ég vil enga öfgafeminist ég er öll fyrir jafnrétti ég vil ekki öfgafeminist konur eru bókstaflega að missa heilsuna og þetta er svo við trúum að ég er alveg sammála við trúum að fá ungar konur, þær eru út í staðir, þær endast ekki lengi í þessu ef það hennist engin kona. Mjög lengi í þessu. Það er bara þannig. Og við þurfum að halda þessari sögu gangandi að því nýja konur munu koma og eru að koma og við þurfum að styðja þær og það er það sem ég hef allavega gert og við höfum getið Kvenréttindafélaginu að búa til pláss og plattform og styðja þær. Og taka með þeim slagi. Af því það rosalega einmannalegt og rosalega erfitt
að standa fyrir framann batteri og maskínu sem feðraveldið er. Já, má ég aðeins koma bara í beinu framhaldi, sko. Hvernig finnst þér að þýða patriarki sem karlveldi, frekar en feðraveldi? Af því að allir karlar eru aðilar að því. Já. 3 ára strákur leyfir sér að tala niður til 4 ára systur sinnar. Ekki er hann faðir. Nei. En hann gerir það í krafti patriarkatsins. Ég kannski hef öðruvísi skilning á orðinu patriarki. Pater eru þetta faðir. Það er faðir að því ég kem, ég er reyndar ekki trúð en það er réttfráðakirkja og það eru patriarkar, þannig að það hefur aldrei truflað mig að kalla þetta. En þeir eru feður. Þeir eru feður, þú ávarpa prestinn sem faðir, þannig að það er kannski, þannig ég hef ekki sterkari skoðun á þessu. Já. Aftur komum við að hugmyndum, af því að patriarkatið er auðvitað það er þrautskipulagt og það er félagsleg skipulag sem leyfir körlum margt og gerir kröfur til kvenna margt. Og það sem að, nú dettur úr mér hvað ég ætlaði að segja. Hugmyndir? Já, hugmyndir. Að það sem að skiptir máli nefnilega er hvernig við útskýrum patriarkatið. Það skiptir ægilega miklu máli. Að þetta er ekki þetta auðvitað vísar þetta í feður, en þetta eru allir kallar. Þetta eru guður. Svo koma prestarnir. Já, sko ég er nú reyndar í kvennakirkjunni. Já, en gamla hugmyndin er það, já, ég veit það. Já, og kvennakirkja hefur gert bara stórkostlega. Kvennakirkja var náttúrulega þvílík uppreist, sko. Þetta er fyrir að hún tala um Guð sem hún. Já, ég tala oft við að hana Guð minn. Ég geri það. En þetta var svo byltingakent og þetta var, já. Þau eru vöndi á jólunum heima að ég kvenkenni alltaf. Guð því ég syng sálmana, sko. Þannig að, en það sem ég ætla að segja líka í þessu, er alveg rétt sem þú segir það, Tanja, að það hefur fullt verið að gerast. Og kannski er MeToo náttúrulega það stærsta. Og mér finnst svo mikilvægt að það tókst að halda MeToo til streitu án þess að verið væri að nafngreina kalla. Því þetta er menning. Þetta er menning sem er hluti af patriarkatinu. Og hverjum leyfist þetta. Og það er við þessa menningu sem við þurfum að eiga. Ekki einstaka drullusokk hér og þar. Heldur menninguna sjálfa, hugsunarháttin. Og þá komum við aftur að hugmyndunum. Þær eru alltaf til grundvallar. En það sem er eitt sem mér langar til að setja inn í þessa umræðu ef ég má. Og það er það að það er ekki fyrr en við ógnum einhverju sem að körlum þykir varið í, sem farið er að hlusta á okkur. Og það gerðum við með framboðunum í gamla daga, vegna þess að körlum þótti varið í atkvæðin sín og vildi ekki missa þau. Og þess vegna sakna ég þig svolítið að það er engin að ógna körlum núna, nema MeToo, reyndar. Þú mátt ekki gera þetta. Það má ekki neitt. Það má ekki neitt. Ekkert má neitt. Og allt það. En það er að hugsa þegar konur koma með nýjar hugmyndir, ungar konur sem ég kenndi upp í háskóla í 40 ár og alveg ekkert skemmtilegra heldur en að kenna ungu fólki og þú veist það náttúrulega líka Brynja. Að koma þessum þræði inn í hugmyndina, hvað getum við gert sem virkar og það sem virkar er að ógna. Við erum ekkert neina góðar konur, aldeilis ekki. Við verðum að taka ógna köllunum þannig að við séum að taka eitthvað frá þeim sem að þeim þykir varið. Það er einhver verðmæti eða einhvers konar gildi í því sem verið er að kannski deila eða krefjast þess að sé deilt á fólks á milli. Þá hefur þetta verið
baráttan hatrammari og þeim mun mikilvægari. En það nú einhver síður margar áberandi konur í stjórnmálum á Íslandi, af því það náttúrulega valdhafar hér á landi, þeir sem með valdi fara og taka ákvarðanir fyrir allan almenning. Og kannski sérstaklega núna þegar pólitík miklu hámæli og það birtast okkur stjórnmálafólk á öllum miðlum alls staðar í aðdraganda kosninga, þá ég spennt að heyra hreinlega hvernig ykkur finnst þær fyrirmyndir, þær svona valdafígúrur birtast ykkur sem nú á þingi. Sem nú til dæmis í framboði að láta til sín taka á pólitískum vettvangi. Það alls konar konur. Persónulega vildi ég kannski sjá breiðara róf kvenna frá fjölbreyttari bakgrunni og sem slíkar þá raunverulegir fulltrúar íslensks samfélags sem allt öðruvísi samsett en flokkarnir eru. Og ég var raunverulega til að heyra ykkar álit á bæði kvennavaldhöfum á Íslandi í dag og þeim konum og svona samsetningu flokkana kannski og þeirra sem valdið fara, því að reynsluheimur svo óendanlega verðmætur þegar kemur að því að taka ákvarðanir fyrir fjöldan. Að hvaða reynslu býrðu? Þetta var nú nýtt orð á sínum tíma, reynsluheimur kvenna og kvennamenning og karlarnir vissi ekki hvert hægt að komast en var þetta svo hlægilegt. Og hér notar þú orðið eins og ekkert sé. Akkurat. Og fyrirgeðu ég greip frammi fyrir þér, en reynsluheimur kvenna margvíslegur. Heldur betur. Já. Og ólíkur, jafn ólíkur og konur eru að sjálfsögðu. Ýmis konar samhengi og bakgrunni. Brynja Elísabeth, hvernig finnst þér Ísland, þetta stór spurning, kannski fráleita einhver leiti, en enga síður, ef við horfum yfir sviða þegar líka stundum konum í pólitík breyksla að vera of karllægar eða hafa tilengað sér einhverju leiti karllæga eiginleika til þess að tryggja sér framgang í stjórnmálum. Þetta var umræða fyrir einhver árum síðan. Og líka bara til þess að koma stað, til þess að vera bara til á staðnum, þá eru þær kannski að taka þessa eiginleika svo það heyrist eitthvað í þær. Já, sérðu þetta gerast? Já, maður sér þetta bara reglulega á hvernig, samskiptin eru milli fólks, bara í fréttablöðunum og ýmislegt annað. Maður finnur alveg fyrir því þegar kemur einhver þingmaður svona og konurnar eru svona aðeins svona tilbaka þó að þeir vilja ekki, meina ekki og ætla ekki að gera það, eru aðeins svona hoknar eða svoleiðis, ýmislegt. En mér finnst það sem ég hef verið að fylgjast með bara nýlega í kringum kosningarnar, þar sem að hefur svona aðeins svona trublað mig einmitt þetta að það ekki flóran. Við erum ekki að sjá flóru íslenska samfélagsins. Það að ein manneskja var tekin út af lista á Reykjanesi að því að hún passaði ekki inn í flóruna sem að þau voru að leita að það, mér fannst það svo áhugavert. Erlend kona sem íslensk og var tekin út af og mér finnst það svo áhugavert hvernig henni var sagt frá því að hún passaði ekki inn í flóruna sem þau vildu hafa á kjörseðlinum. Það var það sem ég las í dagblöðunum, sko. Og bara það að segja þetta, hvað flóra voru þau að tala um? Ef þau eru ekki að taka tillit til allra sem eiga að búa á Íslandi, þá hvað flóran? Þannig að þetta það sem að ég hef svona, ég fylgist, það kannski aðalega það sem að ég rek augun mín í að því að ég vil sjá þessa flóru, mér finnst þessa flóra falleg og mér finnst þú mikilvæg fyrir íslenskt samfélag. Þannig að það svona, annars tala ég rosalega lítið pólitík, ég verð að viðurkenna það, mér finnst það óþægilegt. Við höfum séð breytingar en þær eru litlar og hægar á þessu sviði stjórnmálum. Við höfum séð ótrúlega flottar konur að öðru bergi brotnar en einhver svona strang norrænar eða skandinaviskar, hvernig við skilgreinum það. En maður hefur á tilfinninguna að þessar konur þurfa að vinna margfalda vinnu á við annað fólki í pólitík. Nú ertu í góðri tengingu við þetta samfélag. Já. Það raunin? Já, það raunin. Það var ég mann fyrir svona 15 árum þegar það uppgötvaðist að væri gott að hafa fjölbreytileik á listana. Það var hringt í mann og ég bara, ertu til að vera 20. sæti lista? Nei, takk, þeir einhver aðra útlenska. Það var bara svona, þú veist. Já, ertu búin að prófa? Já, ég með hana vinkun. Já, nei, hún býr í Kópavogi. Við hringdur fyrst í hana, svo í mig, þú veist. Það hefur verið svo bara núna, þegar
konur af erlendu uppruna, hvað þá karlar, þeir eru ósýnilegir af erlendu uppruna, þeir eru ósýnilegir, reyna að fá hæra sæti, vilja bara komast á þing, þá eru þær ekki hluti af flórunni, og fallaðar konur ekki heldur, og einhver aðri, þannig að jú, vissulega erum við komin langt, þau sé baróttu, Sigríður og fleiri með því að hafa svona þokkaleg jafnvægi og þó ekki á þingi, en fyrir hverja konu sem klifrar upp þennan feðraveldspíramída koma 5 til 10 aðrar sem fylla hennar skarð og lægir, þannig að ég hef aðeins fylgst núna á þetta með pólitík. Mér finnst, ég held ég bara heitt einu sinni jafnrétti í fræga Silfrinu daginn. Heyrst kvenréttindi? Nei, aldrei. Ég bara það heyrist ekkert. Við vorum með þennan margumtalaða fund í fyrra, kvennaverkfall, þar sem við vorum með kröfur, lásum upp kröfur, bara fundur og ekkert hefur heyrst þetta ár þetta. Núna í baráttu núna, sem við kannski ekki vonandi þegar hún byrjar kosningabaráttu, þá kannski ekki margir ekkert þetta. Við erum núna með verkföll kennara, við erum með leikskólamál, eru í rugli, kvenréttindafélag bara lendi í bara miklu deilu við Kópavogi, nota Kópavogsmódelin, og þar sem hver stjórnmálakona á fætur annarri, meira að segja ráðherra ákveðins flokks, skrifaði greinar gegn kvenréttindafélaginu. Þetta fyrir það eina að við vorum að segja að það var ekki tekið tillit til kynjajafnréttis þegar ákvarðanir voru teknar, það var ekki gert mat á áhrifum á kyn. Þetta eina sem voru að gera, við vorum ekki meiri öfgar en það, en að benda á það. En þá var okkur stilt upp, ein ung stjórnmálakona skrifaði grein sem fyrirsögnin var þá svelti í nafni kvenréttinda. Einhverja þá svelti í nafni kvenréttinda, það þarf að bjarga leikskólamálum, við megum ekki vera að því að hugsa kvenréttindi og jafnrétti og svona, það var stemningin og það er ekki lengra en 1,5 mánuði síðan. Þannig að hver kom með leikskólamál, af hverju voru leikskólamál sett auðvitað, það voru Rauðsokkur og Kvennalistinn og fleiri, og fyrir að gleyma af hverju leikskóla voru til. Það er að gera konur kleift að taka þátt í samfélaginu. Við erum bara gjörsamlega búin að gleyma svona hlutum, og þá hugsa ég stundum, það er hægt að skipta konur sem, og karla svo sem líka, þú veist að fólk sem er gjörsamlega búin að gleyma eða hefur aldrei lært, er ómeðvitaður sín forréttindi og hvaðan þetta kemur, þú veist, og þá sér auðvitað bara ekki út fyrir sína búblu, sér ekki einstæði mæður, sér ekki mæður foreldrar af erlendum uppruna sem er ekki með bakland, sem get ekki verið með hringt í afæðamu, sjá ekki að vandamál er í grunninn þetta vanmat kvennastarfa. Fólk sem vinnur á leikskóla, hvort þau séu leikskólakennarar eða fleiri, eru bara ekki nógu vel borgað. Og það vanmat er í grunninum. Og ég heyri ekki einasta flokk dækla þetta núna. En er það ekki merkilegt á tímum þar sem að upplýsingar hafa aldrei ferðast hraðar? Við sjáum hverja hugarfarsbyltinguna á fætur annarri, hreinlega bara taka um hnöttinn, vegna þess að við getum miðla hugmyndum svo hratt og örugglega á milli landa og tungumála og félagslegra mengja, að þá samt sem áður gerist þetta. Að það er eins og við sofnum á vaktinni, okkur sé hreinlega bara sama, það er ekki hægt að virkja fólki einhvers konar baráttu gegn vanda sem okkur finnst að vera augljós. Og það virðist svo vera einhverju mótsögn í þessu og mér langar að rýna sig í rótina af hverju og hvernig þetta gerist. Það er einhverja skýringar. Ég meina það er kostur við að hafa þessi tengsl út allan heiminn og allt svoleiðis, en þetta er líka alveg rosalega einangrandi. Vegna þess að þá getur maður bara setið á bak við tölvu og slegið eitthvað inn og margt sem maður bara hugsa kannski ekkert sérstaklega og maður er svo aftengdur með að því að maður getur fengið allar upplýsingar og hvaða upplýsingar sem manni langar, þannig að maður getur farið í hvaða átt sem er.
Þannig að ég held að það spilir svolítið inn í þetta bakslag að við erum ekkert að hittast með sama hætti og vorum að gera fyrir COVID. Að það ekki þessi sami andi að við þurfum að vera saman og þetta mál með til dæmis leikskólamálin, að þetta mál allra í landinu. Þetta ekki bara mál foreldra og leikskólakennara sem eiga börn á leikskólaaldri, heldur þetta mál allra í landinu. Þannig að þetta svolítið svona við fáum að hverfa svolítið og minnka ábyrgðin á okkur sjálfum. Algjörlega. Og ég vil bara bæta við það að við erum auðvitað alltaf og verðum að tala, verðum að koma þessu fólki til skilnings að hér býr alls konar fólk í alls konar kringumstæðum og við erum ekki öll eins, en mér finnst áhugavert að heyra að endurhæfingarsjóður, ég las einhverja tölu hjá þeim, 75% fólks sem koma til þeirra í endurhæfingur eru konur á barneignaaldri. Þetta ekki, erlendar konur bara komast ekki, það er í örmögnun, það er örmögnun og það ef við farið á virk frábær heimasíða, þegar eru með reynslusögur, þá þetta bara konur sem hafa mentað sig, sem eru í flottustarfi, sem eru bara á yfirborðinu allt frábært. En það ekki minnst að mjög áhugavert. Ég man þegar ég var í fullu starfi með 3 ára barn, sama sem einstæð, af því að pappinn sást ekki heima hjá sér. Í einu sinni satt ég við borðstofuborðið og skrifaði auglýsingu, svona bara, þið veitir, fantasíu, frelsandi engill óskast. Og ég skil þessar konur svo vel. Þetta alveg hræðileg örlög. Finnst svona smávegis eins og sé út allt í samfélaginu okkar vísbendingar að samhygð sé á undanhaldi. Það að segja getan til að setja sér í spor annara, næmni og tenging manna á milli. Og það geti verið rót svo margs konar vanda. Sigríður Dúna, finnst þið það að vera tilfellið? Nei, ég verð nú ekki sjálf mikið vör við það, en mér þykir augljóst að það sé að gerast vegna þess að, eins og Brynja var að segja, við erum hætt að hitta fólk. Við erum hætt að tala við fólk. Fyrir 30 árum hefði þessi salur verið fullur af fólki. Núna erum við að tala inn í kameru og streymi. Og fólk þarf ekki að koma og hitta annað. Og þegar svo þá algjörlega viðbúið að samhygðin minnki. Við sjáum það sem hugsanlegan orsakavald á svo mörgum vandamálum sem við erum að kljást í dag. Til dæmis ofbeldi sem hefur aukist svo ömurlega meðal ungs fólks í dag og manni finnst einhvern veginn að brjótast fram vanlíðan svo víða sem að ég held að komi meira inn á þetta svið heldur við gerum okkur grein fyrir. Það er að segja þegar konur eru á einhvern hátt kúaðar eða bældar eða hlutur þeirra skertur, þá líður hérna öllum verð. Og þetta eitthvað sem þarf að laga og það sem ég langar svo til að heyra eitthvað sem hefur reynslu af því að berjast á þessu sviði. Hver eru skilvirkustu leiðirnar til þess að ná til fólks? Hvar sjáu þið neista kvikna? Hvernig einhvern veginn svona hægt að glæða þetta einhverju lífi? Ég meina sem kennari upp í háskóla þá það, finnst mér allavega, það svona eina af augljósustu leiðunum fyrir mig að komast inn í samfélagi að ræða þessi mál í kennslu og vera með ádeilur. Ég hef alveg lent í ádeilur með nemendum þar sem voru ekki sammála mér einhverja hugmyndir sem ég var með. Og mér finnst það eina bestu leiðunum, en það ákveðin hópur innan samfélagsins og það forréttindahópur innan samfélagsins. Og þar til dæmis vandamál innan háskólans að það vantar flóruna, að það eru ekki nógu margir innflytjendur sem klára menntaskólan og fara svo áfram í háskólan hér og allavega hér á Íslandi. Þannig að þetta eitt af því sem að vantar. Við erum ekki að ná til allra og til þess að gera það þá þurfum við að fara inn í skólana. Við þurfum að fara lengra og það verið að gera það á ýmsum stöðum en það vantar meira. Já, ég samanlega, ég alltaf bara ég held að skólan sé mjög mikilvæg
og mikilvæg jöfnunartæki eða jöfnunarstaður þar sem krakkarnir koma og það þarf einmitt út af þessu bara ógrunnu upplýsingar og áreiti sem við fáum allstaðar, það þarf að kenna vel læsi. Ungt fólk þarf að vera læst á samfélag, hvort sem lesa bækur eða geta rýnt upplýsingar sem dundra á okkur alla daga og það sem finnst mér bara svona fjárfesting og dýpri hugsun og tími sem við fáum, sem börn fá í skóla, frá kennarum, frá kynjafræðifræðum, frá öllum, þess bara læra á mörkin. Þú ræðir þetta heima með börnin sín og svo bara fara þau út í skóla og út í heim og gera eitthvað annað. Ég held að 15% stelpna í 10. bekk á Íslandi og 6% stráka hafa verið beitt kynbundnu ofbeldi af hálfu jafnaldra. Þetta eru hræðilegar sögur. Þetta er skelfilegar tölur. Það bara segir manni að þessu bara börnin, og ég veit ekki hvað sem verða núna heldur en það var áður, það er bara að tala um þetta núna, en það þarf að kenna mörkin. Það þarf að kenna mörkin, setja mörkin, fara ekki yfir mörkin. Vegna þess að börnin og allt fólk, öllum aldri, á samfélagsmiðlum, þar sem alveg allt úir og grúir af efni sem fer yfir mörkin. Algjörlega, já. Og hver á að segja óþroskuð ungu fólki að þetta sé ekki í lagi. Þess vegna verðum við að kenna þetta. Já. Og það skiptir öllu máli að við gerum það. Og öllu máli og aðferðir séu þannig þróaðar og breyttar að það sé hægt að kenna öllum, ekki bara óháð tungumál og kunnáttu eða einhvern bara upprána einhver kúltúr hvaðan börnin koma. En ég vil kenna þessum tækni fyrirtækjum, stóru risunum, sem að eiga núna upplýsingar okkur öll og hafa einokun á markaði í samfélagsmiðlum. Og ég vil kenna þeim þetta, á enskunni heitir það apathy. Það er þegar þú sýndur bara af því að þú ert algjörlega búin að fá svo mikið af upplýsingum eða vitleysum. Sumt af upplýsingunum auðvitað ekki upplýsingar, bara vitleysa. Að þú kemst ekki út úr húsi, þú kemst ekki út til að gera eitthvað, hitta fólk. Hvað þá að stofna kvennahreyfingu? Það er bara óhugsandi. Þetta er skeytingaleysi, apathy, það er rétt, ákkurat. Og svo annað, þetta er það sem hvernig bara þarf að vera. Ég var á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna núna í nokkur ári kvennaráðstefnu í New York, bara stærsta samkoma í Sameinuðu þjóðunum, bara mjög áhugavert og í fyrra var teimað tækni. Og ég rosalega spennt, ég vinn hjá Össuri og vinn í teknikerinum og notaði bara aldrei slæru. Nei, þá var bara einmitt það að Silicon-dalur eru grafreiti kvenréttinda, það sagði Guterres. Það er ansi góð. Já, hann sagði það að því þetta er kartlægt, þetta er tækni búin af körlum fyrir karla. Nákvæmlega. Og það var, en núna var ég í vikunni að heyra fréttir. Og þess vegna ég talaði við ungan mann hans í daginn sem var einhver svona lobby, svona think tank í Palo Alto sem var að berjast gegn þessu. Og til dæmis náðu þau núna í gegn að Instagram að blurra nektarmyndir. Það var bara í vikunni. Það var bara í vikunni, ríkislögreglustjóri var að tala um þetta. Hræðilegu kallar. Zuckerberg og Elon Musk og þetta. Þetta er hægt að gera, með tækninni er líka hægt að verja, þú veist. Já, svo er þetta vant með farið, vegna þess að síðan vilja konur geta sýnt hluta líkamansins á þess að það sé kynferðislega hlaðið einhverju leyti. Þetta var eitthvað með börn, þetta að verja börnin, en þannig, þú veist. En þetta mér er bara svo hugleikið af því þú nefnir þessa ráðstefnu. Og það bárust tíðindi af henni, ef ég fer rétt með, þar sem að það er alþjóðasamfélagið sem kemur saman. Og það er bara hryllilegar fréttir sem að bárust nýverið þegar talíbanar bönnuðu að raddir kvenna heyrðust á opinberum vettvangi eða hlutar líkama þeirra sæjust. Þannig að við erum að
á einhvern nátt efins það hvort að jafnrétti hafi verið náð, það var ekki annars en að benda á þetta hryllilega atriði. En þarna var gengist við því þeirri forsendu Talibana að konur fengju ekki þátttökurétt á ráðstefnunni og það var samþykkt. Nei, ok, nú veit ég ekki, en ég veit að ég farið í fyrra og í ár, þá sendinefnd Afganistan við UN ekki tengd Talibanum. Nei, en hún UN var ekki búin að samþykkja Taliban, en nema það hefur eitthvað sem ég kannski ekki mista. Í heimsbyggðum á RÚV þá var fjallað þessa ráðstefnu og þáttöku íslenska konu í henni. Núna sem var í mars í UN. Já, nú veit ég ekki. Eitthvað hefur gerst Já, þetta var alltaf á vegum Sameinuðu þjóðanna og ég veit að sendinefnd Afganistan sendi ekki konur til þáttöku í þeirri ráðstefnu út af þessum forsendum og lögum sem nú hafa tekið gildi á vegum Talibana stjórnarinnar. Og mér finnst alveg ótrúlegt að sjá að alþjóðasamfélagið setji sig raunverulega ekki meira upp á móti slíku heldur raun ber vitni. Vegna þess að þetta ætti auðvitað að vera mál okkar allra, kvenna, sérstaklega eins og þið nefnið sem búa við jafn mikil forréttindi og við gerum hér á Íslandi, ætti að sjálfsögðu að setja sig að fullum krafti upp á móti svona löguðu. Nú veit ég ekki hvað gerist, en í mars þegar ég var, og ég man mér á minnistætt að ég fór á erindi afgansku nefndarinnar sem var ekki Talibunum og var ekki tala fyrir afgansku ríki eins og það núna, en Sameinuðu þjóðirnar voru samt að halda þeim, þær voru afganskar fréttakonur, blaðakonur og voru einmitt bara þeirra barátta þar var að koma í veg að Sameinuðu þjóðirnar samþykki Talibana og bjóði þeim sæti við borðið, þetta snerist það, þannig að þetta eru mikið vonbrigði þá mist af þess að þetta hefur gerst. En þá höfum við séð líka samtakamátt þeirra kvenna sem að mótmæla afganskar konur sem að mótmæla samfélagsmiðlum leyfa rödd sinni að heyrast og manni finnst þetta súrrealískt. Þetta er súrrealískt. Af því þær eru raunverulega að hætta lífi sínu í þessari baráttu. Þetta er raunverulega spurning líf og dauða. Og afganskar konur held ég hafa fengið kosningar 1990. Já, og væri ekki tilvalið til dæmis að því við nefnum það hvað kennsla hefur ofsalega mikið að segja og kennsla á auðvitað sér stað miklu víðar heldur en bara í skólum þessa lands, hún á sér stað mjög víða, að þessu sé miðlað kannski til ungs fólks á Íslandi. Það var eitt af því sem ég ætlaði að segja er að við þurfum aðeins að taka svo samtal af því að ég veit að kennarir eru að gera sitt besta og eru að vinna bara frábært starf og að það er meira heldur en bara kennararnir, það er frístundin, það eru, þú veist, íþróttasamfélögin, tómstundirnar, það er svo margt sem að er, þú veist, hægt að gera og það er til efni, til fullta efni, fáðu já, sjúk ást, allt þetta sem var gert bara fyrir nokkrum árum, þetta er einhvern veginn hálf horfið, maður talar ekkert þetta og þetta er allt mjög gott efni, það má bæta við og það má alltaf breyta en þetta er mjög gott efni og við þurfum aðeins að vinna meira, ekki bara með skólana, við getum ekki lagt alla ábyrgðina alltaf á skólana, það er það mikið að gera hvort þið er, að það verður að dreifa ábyrgðinni og ræða þetta á öðrum stöðum. Svo langaðu með að vikja máls að launamunur kynjanna sem að er nánast jáfnfylgjað. Minna á spurningar og sal. Það komið að þeim. Og það er komin einn spurning á netinu. Já, dásamlegt einmitt því að vil gjarna hvetja til þess að fólk einmitt hugsi upp spurningar og miðleiðum í gegnum netið eða rétt upp hönd hérna. Algjörlega. Eins og komið fyrir svolítið löngu síðan þegar þið byrjuðu að tala samanburð við önnur lönd, það er eitt að bera okkur saman við Afganistan, en hvernig stöndum við okkur í samanburði við hinn Norðurlöndin? Í hverju? Klassísk spurning, mjög góð og gilt. Við stöndum okkur bara alveg ljómandi vel í rauninni og en sko þetta er allt mælt út frá einhverju mælikvörðum sem eru í raun og veru ofboðslega karlkynjaðir. Þannig að svara þessari spurningu, ég segi við stöndum okkur ágætlega með þessu fororði. Það sem er mikilvægt er kannski að átta sig á því að ég hef verið að ritrýna greinar og fleira þar sem að talað eins og það sé hluti af norrænni menningu
að hér ríki töluvert kynjajafnrétti og þetta er rangt. Það kvenfrelsi sem norrænar konur hafa þær sjálfar barist fyrir og það eru svo mikilvæg skilaboð að koma út til heimsins. Þetta er ekki eitthvað sem er innifalið í norrænni menningu, að við höfum þetta þó eins og það er hér, heldur höfum við barist fyrir því. Og það ætti að gefa konum annars staðar kjark til að segja, stelpur, við verum að gera það líka. Þær gátu þetta þarna fyrir norðan, við hljótum að geta gert þetta líka. Þetta er ekkert eitthvað svona automatískt. Og okkar ábyrgð væri að hjálpa þeim við það. Nákvæmlega. Tatjana og Brynja, sjáðu þið þetta sömu augum? Erum við að standa okkur vel í samanburði við Norðurlandi þau? Það náttúrulega eru rannsóknir sem sýna að við tjónum alveg að toppnum í þessum mælikvörðum en þar með sagt eigum við ekki að safna á verðinum. Það er nefnilega málið að við, eins og við vorum að tala í byrjun, að við getum aldrei hætt að berjast fyrir réttindi og að okkur líði vel og okkur gangi vel samkvæmt þessum karllægum mælikvörðum. Það segir eitt, en það segir ekki allt hvað er í gangi innan samfélagsins. Og það held ég tengist líka þar sem við varst að fara að tala með launajafnréttið, að það er bara eitt dæmi. Hann eykst, launamunur, óleiðréttur launamunur milli kynjanna eykst á milli ára á Íslandi. Það var 9,3% árið 2023 og það verið 9,1% árið á undan. Óútskýrð. Óleiðréttur launamunur kynjanna. Og þetta finnst mér algjörlega fráleitt, en enga segir, þetta er tölfræði gagn sem segir kannski takmarkaðan hlut og þannig á einhvern nátt karllægir mælikvarðar, en enga segir þegar ég er að ræða þessi mál við frænda minn sem ég gerði nú bara nýverið sem vildi meina að þessi feminismi er óbærilega þreytandi og klisjukenndur og allt þetta, að þá hef ég þó það, ég get bent honum á þetta, hvað finnst þér það að dætur þínar fái 9,3% lægri laun fyrir sitt framlag heldur en synir þínir? Finnst þér einhver sanngirni í því? Þannig að það að gera, það getur svona lagað, svona mælingar, það er þó gegna því hlutur. Algjörlega. Og auðvitað sko launamunur valdatæki, valdbeitingatæki. Algjörlega, já. En af hverju það þarna? Eigum við að spyrja því? Já. Og þá er það sem að því ég ætlaði að tala hér hugmyndir og var búin að undirbúa mig. Já, fáum þá. Ég ætlaði ekki að fara að lesa einhverja ræðu núna, nei, það dettur mér ekki við. Þannig að að það sem við getum, það má sjá þjóðfélagið í tveimur lögum, yfirborðslag og grunnlag. Og á yfirborðinu, það er þar sem að hlutir gerast. Fólk flytur úr sveit í bæ, fólk fær launavinna, kemur til og svo framvegis. Og smám saman þokust við inn á síðustu öld og í áttina að því sem að við erum núna. Undir í grunninum eru hugmyndir sem að hafa ekki breyst í nærri 1000 ár. Og þessar hugmyndir eru svo lífseigar og sígildar að við tökum ekki einu sinni eftir þeim. Þess vegna þykir vegna þess í gamla bændasamfélaginu og þessu 1000 ára gömlu hugmyndir að þá fóru bændur með forræðið. Þeir réðu því fé sem að hvert bú hafði til umráða. Þeir höfðu forræði yfir eiginkonu sínu þangað til aldamótin 1900 og þeir höfðu auðvitað forræði yfir öllum heimilismönnum. Þetta er ein grundvallar ástæða fyrir því að launamunurinn viðhelst vegna þess að auðvitað eiga launin að fara til karla. Þetta er ómeðvitað, samkvæmt þessum gömlu hugmyndum eru karlar fyrirvinnur, þeir eru bændur, á meðan konur eru fósturlandsins freyjur. Áttu að tala bændaveldið í staðan fyrir feðraveldið? Já, íslenska bændasamfélagið var alveg, gersamlega gegnum síst feðraveldi, karlveldi. Það var komið ein follow-up spurning. Svo sem spurði þessa spurningu, held ég spyr núna bara af einlægni og forvitni. Hvað eru kvenlægir mælikvarðar?
Holl spurning. Góð spurning. Það er mjög gott. Mjög gott. Ég meina, ef við færum til dæmis að mæla hvað það kost á, það er fólk sem gerir þetta í fræðaheiminum, þú veist, hver vinnan sem að konur eru virkilega að vinna, ekki bara í starfinu sínu, sem er líka mikilvægt, heldur líka það sem að gerir á heimilinu og þetta þriðja vaktin, það sem að Þetta eru kvenlægir mælikvarðar. Þar eru að byrja, barna önnun og allt þetta, þó að þetta hafi breyst og það aldraðra foreldra. Akkurat, já. Umönnun. Þannig að Já, það er samlega. Öll þessi, sko, þetta er ástarkraftur kvenna. Ástarkraftur kvenna. Og við erum í rannsóknarhóp nokkrar ástarkraftin. Ástarkrafturinn er það sem við heldur karlveldinu. Og hann felst í því að konur gefa vinnu sína og umönnun endurgjaldslaust inn á heimilum í nafni ástar. Af því að heimilin, hornsteinn þjóðfélagsins, eru yfirleitt stofnuð við hjónaband eða sambúð, þannig lagað. Þannig að ástin í upphafi verður að vinnuafli kvenna inn á heimilunum. Og mælikvarði sem tæki mið af ástarkraftinum að þessu leyti er kvenlægur mælikvarði til að svara spurningunni. Svo eru þetta varasamt að eyrnamerkja ákveðna eiginleika kynjunum. Já. Umdeilt og skiljanlega einhverju leyti að við eyrnamerkjum konum allt sem mjúkt einhvers konar umhyggju, kærleika, önnunarhæfni eins og satt vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt að brýna þessa eiginleika í karlmönnum og ungu drengjum líka og að þeir fái gildi til móts við það sem einhvern tímann var skilgreint sem karllægir eiginleikar. Og eins og ég nefndi hérna áðan gerist kannski segum nákvæmlega það þegar ég var að tala konur í stjórnmálum sem að tileinka sér eitthvað sem kalla mætti karllæga eiginleika, þið vitið, sem við sjáum fyrir okkur allavega í því samhengi sem fyrir mig sem einhvers konar hörku eða valdbeitingu, einhvers konar alfagórillu framkomu, þið vitið, og annað slíkt. En mér finnst þetta frábær spurning og þið séu að það kveikir strax í okkur, við þurfum strax að brjóta heilan einmitt nákvæmlega þetta. Fleiri spurningar? Má ég bæta aðeins við? Endilega. Af því að sko, ég er ekki að segja að konur gefi ást sína fúsum frjálsum vilja inn á heimilunum. Það er að vísu ætlast til þess, skilurðu, og þær komast ekkert undan því. Það er eins og konan sem átti 8 börn og var verðlaunuð og þegar fréttamaðurinn spurði, já, má ekki óska þér til hamingju með þessi verðlaun, segir konan, ég hafi nú aldrei neitt gaman af börnum. Sko, það er þetta, að þetta er hlutskipti kvenna sem að velja sér ekki sjálfar að nota ástarkrafti. Hins vegar hefur verið gerð tilraun til að virkja ástarkraft karla og það er til dæmis felst í óframseljanlegu fæðingarorlofi karla sem er mjög mikilvægt að þeir geta ekki senda yfir á móðurina eins og það var hægt í fyrir lögum og þá er verið að segja þið hafið ástarkraft og nú skulu þið nota hann ef þið viljið nýta þetta tækifæri. Aðeins bara, þetta er mjög áhugavert að þú nefnir þetta því að ég, kvenréttindafélagi og fleiri stóðum einmitt í því og höfum alltaf talað fyrir jöfnu fæðingarorlofi frá, ég held að í fyrsta ályktun kom 1980 mögulega eða eitthvað svoleiðis þegar kvenréttindafélagi var að tala fyrir þessu. Það getur vel hafa. Það er mjög langt síðan en svona í síðustu breytingu þá vorum við að tala einmitt þennan að það á að vera óframseljanlegt. En það er algjörlega grundvallar að því að þú framselur ekki orlofið, þú framselur ekki önnur réttindi. Af hverju ættir þú að, þetta eru áunnið réttindi á vinnumarkaði, af hverju ættir þú að þá geta framselur og við fengum meðal annars gagnrýni og við mætum ekki skilningi hjá mörgum ungum konum. Nei, ég veit það. Mér fannst þetta mjög áhugavert af því að þær eru í ströglunum núna, þær þurfa bara að retta þetta umönnunarbilið og þær voru bara pirraðar
að það mega ekki ráða sjálf. Vilhjálmur, man ég ekki hvað heitir, þingmaður Sjálfstæðisflokks frá Grindavík, já, hann hélt marga fundi þar sem var að segja verjum okkar góða fæðingarorlofskerfi. Hann vildi sem sagt hafa þetta opið. En hann var bara veiðum okkar góða fæðingarorlofskerfi, veistu ekki hvað þetta kemur og veistu ekki hvað þetta gerir, þetta umönnunarbíl og það, og við vorum að segja, það þarf að leysa umönnunarbíl, það vilja bara allir vera heim og það eru þetta bara jafna launin, að við margir fjölskyldu bara hafa ekki, þessi sískinja hafa ekki efni á því að karlinn fari í orlof og fari lægri laun. Það er svo margt sem við nú gegn því. Það er mikil kjarni málsins. Það er mikil kjarni málsins. Þannig að fólk bara bara heldur að þetta séu einhver svona hugmyndir og eitthvað svo list og það er þau að lausa raunveru vandamál. Og það kom okkur óvart. Og það var líka einhver svona fortíða þrá og eitthvað, það var bara allt dásamlegt í gamla daga þegar konur voru heima. Hvað heldur að konur hafa eitthvað dúlla sem er börnin á kaffihúsum? Hvað er að ykkur? Þú veist að spyrja tengdamáma mína sem 88 börn. Þarna sjáum við kannski svona framúrstæðanlega breytingar sem er ekki fyllt eftir í framkvæmdinni almennilega. Og ég er hér með eitthvað tölu, ég er svo léleg tölu, ég þarf að lesa þetta, en tekjurmæðir að lækka 30–50% við fæðingu barns. Og það er jafnast ekki á 30 ári barnsins er kona ekki búin að ná fyrirtækjum, það eru umtalslegri náður. Tekjur feðra lækka hins vegar 3–5% við fæðingu barns og ef hann tekur þannig orlofið, en eftir ár eru það runnar sömu. Og svo fólk hissaði að fæðingartíðni fari niður á. Það eru lífeyrisréttindi öktir og þú veist sem konur bara missa af. Þannig að það er mjög áhugavert að fólk sér ekki stærra samhengi. Akkurat. Það er áhugavert. Ég vil bara kæra þakki fyrir mjög góða umræðu og það er synd að séu ekki fleiri en þetta er nú, við getum þakka tækninni að fleiri fá að sjá. Þeir eru allir þarna í fjallaðinni. Já, og svo getum við hort á þetta aftur og aftur sko. En en þegar við nefndu sko fortíðar þrá sko svona og romantísk þá þá kannski var það sem kveikti mig líka því sem bara er ekki bara komin tími á að endurvekja kvennalista. Eða endur nýja þá á ég við sko með aðeins öðrum, þú veist, nú eru konur, við erum með konur á erlendum uppruna, við erum með konur í þessum láglaunastöðum og þær eru yfirleitt á erlendum uppruna áherslulega. Ég veit það er svolítið stutt í kosninga við náum þess ekki núna, en þú veist, maður velti fyrir sig hvort þetta sé ekki bara, þú veist, þegar við erum að hlusta á umræðuna hvort að við séum, þú veist, það vannst svo margt. Við veistum að það er aðferð sem virkar og það vannst margt. Ég er algjörlega sammála því og þetta er bara aðferð, getum við sagt. Og konur geta sameinast það að nota þessa aðferð hvenær sem er. Og svo bara sameinast þær þá líka þetta sem við kallum að skrifa hugmyndagrunn undir sem að fylgdi aðferðinni og bjóða fram. Og það virkar. Meðal annars vegna þess, eins og ég var að segja áðan, að það ógnar einhverju sem að körlum þykir einhvers virði. Við erum enn með sama system, við erum enn með þetta pólitíska system. Já, þetta var nú fjórflokkurinn þá, sko. Nákvæmlega. En það er kannski svolítið að fyndi að manni finnist raunverulega tilhugsunin kvennalista í dag vera mjög róttæk. Ég var svona að sjá fyrir mér raunverulega framboð að eingöngu væri skipað konum til að raunverulega þá, vonandi breiðu rófi, allskyns konum. Mér finnst þetta bara punk, sko. Mér finnst þetta rosalega framúrstefnulegt og fríku tilhugsun. Þetta var sem hlýtur þá að vera merkjum það að þessi brýn þörf fyrir það. Mér finnst það rosalega spennandi hugmynd. Já. Það er ansi hressandi að fá eitt svoleiðis stykki. Fleiri spurningur á sal? Þá kannski fæ ég að skjóta einni að, vegna þess að við erum að tala hér fjölskyldu, feðraorlof, barneignir, tekjumissi við barneignir og annað slíkt og við fórum líka aðeins inn á tækni áðan, tækniframfarir og hvernig þær geta einhvern veginn bæði hraðað framförum en líka dregið úr þeim. Og mér finnst það merkilegt vegna þess að þarna erum við að tala um einhvers konar kjarnaeiningar samfélagsins sem oft er sagt
hvernig möguleikar kvenna á því að seinka barnignum með aðstoð tækninnar í dag er rosalega viðkvæm en engu að segja mjög gild spurning. En við sjáum það raunverulega og þetta er ekki bara mýtur eða flökkusögur, það er raunverulega í Bandaríkjunum, nokkrum fylkjum Bandaríkjanna og á Norðurlöndum farið að flétta ákvæði inn í ráðningarsamninga kvenna að vinnustaðurinn borgi eggfrystingu til þess að halda konum lengur inn á vinnumarkaði og seinka því að þeir detti út á vinnumarkaði vegna barneigna. En þá munu þeir þetta út þegar þeir eru búin að eignast börn. Það er virðist verið gefin forsenda, eins og þú segir, eins konar tekjum eins og fórn. Og þetta hlýtur að vera tvíbent vegna þess að þetta veitir konum vissulega frelsi til þess að sinna sínu frama og sinna sínu lengur að einhverju leyti. Þetta líka afléttir einhverju pressu á konur að eignast börnin þegar það eru á vissu aldursbeili, þau vitið. Og fyrir mér er þetta bara ósvæðilega blandið mál og svona erfitt við að eiga en enga sér ósvæðilega mikilvægt að ræða til þess að við séum í stakk búin til þess að takast á við þetta þegar þetta fer svona virkilega að hefðið eingöngu sinni inn í Íslands samfélag. Hafið á þessu sterkar skoðanir? Já, ég hef það. Og ég held að það sé löngu tímabært að við setjum fram hugmyndir og aðgerðar áætlun það hvernig við getum gert konum kleift að eiga börn meðan þær eru enn í námi. Og þetta segi ég sem gamall háskólakennari. Það er besti tíminn vegna þess að ég er nú ekki að tala um líffræðina, ég veit að því ég átti nú síðast mitt seinna barn því ég var 42 ára og það er mjög mikill munur á því að eiga barn svona gamall og að eiga eins og mitt fyrra barn því ég var rúmlega 20. Þannig að við þurfum að setja fram aðgerðar áætlun til þess að gera konum kleift að eignast börn á meðan þær eru enn í námi, meðan þær eru enn að undirbúa starfsferilinn vegna þess að ef þær gera það eftir að þær eru búin með nám, þá truflar það starfsferil, skilurðu. Að það eru miklu meiri hindranir á vinnumarkaði heldur en það er í skólakerfinu. Og það þarf í raun og veru, og þetta segi ég aftur sem gamall háskólakennari, að það má sníða skólakerfið með tilliti til þessa. Við getum gert það og ekki gera þá kröfu eins og var þegar ég byrjaði að kenna og byrjaði í námi, að annaðhvort ertu í náminu 100% eða farðu bara. En er þetta ekki fyrst að vera spurningum að konur fá að eiga börn þegar þær vilja? Ég ætla að segja þetta. Þú verður sjálf að kjósa. En að sjálfsögðu er það. En til að auðvelda þar, að þá þurfa þær að hafa möguleika á að eiga börnin yngri líka, ef þær vilja. Að sjálfsögðu að engin kona eiga barn, ef hún vill ekki eiga barni, alveg sama á hvaða aldri hún er. En að þær geti, núna er þetta mjög erfitt, það afstæðan svo að þetta truflar hann í náminu, hún klárar ekki námi og það fram eftir götum. En þetta verður bara miklu erfiðara þegar þær eru komnar út á vinnumarkaðinn. Eins og þú ert að lýsa þarna að frysta eggin og svo er það bara búnar eins og gamla kartöflur. Þetta er bara hræðilegt, þetta er bara einhver búin að búið business til að gera þetta. Og gengur inn á sjálfsákvörðunum rétt kvenna. Algjörlega. Mér finnst þetta bara... Sum vilja meina að þetta er raunverulega aukjan, að þetta sé færi konum valfrelsi sem þær höfðu ekki áður. Já, af því að konur eru að ákveða að frysta eða vilja, af því að það mun trufla þeirra starfsferil, námsferil. Af hverju gerum við ekki í samfélagið, það var kannlega sem bara, það munu ekki þurfa að hugsa til þess að forna einhverju. Það eru að forna einhverju. Af því að þarna held ég að sé að gæjast fram í dagsljósið svo grunnpæling að það sé alltaf fórn að eiga barn fyrir konur. Og við getum ekki búið okkur þar kringumstæður og það þurfi ekki vera það. En það er skylda og það er ætlast til að konur eiga börn. Það er ekki bara marga konur sem... Við getum líka að hafa eins og þessu börn sé einhverjum.
Ég meina það Jú, alveg eins og Þau eru það, Já. þau ræða það, Það já. er það nú mjög oft, sko. Já. að Það er ekki- flott var að búa í samfélagi sem að báðir aðeins að taka fullan þátt í þessu og það er það og þessi að það að býða með það að hrista fáránlegt. Þetta er svo opaslega mikið það að þessi ábyrðin er konuna. Já. En ég ætla líka bara að segja þetta. Er ábyrgðin ekki konar? Nei, Þetta er samþykja það. Já, Samt. en Þannig samfélag finnst mér við ekki eiga að lifa í dag. Ég meina, ég er eina af þeir sem við sýrjum úr nöðstofnum kvennaframboð og kvennalista og gerðum heilmikið og það er ósvöldlega sorglegt ef það svona hlutir eru enn þann dag í dag. Þetta er bara algjörlega ábyrgð. það er það, það er það. Það er ekkert verið að bjóða upp á að kallmenn fristi sæði Já. til þess að geta haldið áfram í starfsfólk. Já. Það er ekki á því að halda, sko. Nei, Það nefnilega. er svo lýsandi, ég held að þetta sé nú orðið að frekar útbreytu gríni fólks á meðal þegar feður þessa lands tala að þeir þurfa að passa börnin í kvöld af því að konan ætlar að fara út. Já, ég þurfa að passa börnin helgin. Þetta fyrir ekki þín eigin börn. Þú ert ekki að passa þau. Þetta eru þín afkvæmi. Þú ert ekki persónubía. Ég veit með ungu fólki og mörgum ungum feiðurum og maðurum og maður heyrir það ekki lengur. Nei, ég mitt. Það Það eru skrifir þetta á. Fæðingarorlofi Já, starfsemi fæðingarorlofi. sem að neyðir karla til Já. að virkja ástakraftin. Ástarkraftin, hafi já. skipt mjög Já, miklu máli. mjög miklu máli. Magnús Hallurinn með eitthvað gott úr sal. Já, af netinu. Það er einn spurning sem ég held sé mjög góð spurning líka til þess að svona, nálgast lokin á fundinum. Hvað er brýnast að takast á við í dag? Hvað var það? Kynjajafnrétti. Jafnvel rammar þetta svolítið fallega eina því við hófum þetta svolítið á þeim nótum. Brynja Elisabeth, hvað er brýnast? Mér finnst brýnast, ég verð að segja þú veist, að allir séu með, að það sé ekki, þú veist, til dæmis þegar þú varst að nefna þetta með að frista eggin, þá fannst mér þetta, ég hugsaði bara, vá hvað þetta er millistéttar. Þú veist, það er ekkert verið að bjóða þetta fyrir konur sem eru að þrífa. Þú veist, þannig að þú veist, það þurfa allir að fá að vera með í þessari báru. Sem kemst ekki til læknis. Já, getur ekki tekið frí ef þegar barnið er veikt. Það er, þú veist, Það er svona hlutir sem við þurfum, ég vil aðgerðar áætlun sem gerir ráð fyrir börnum í samfélaginu. Akkurat. Alveg sama hvenar þau eru fædd á æviferli konunar. Bara, það er ekki, á ekki að vera kvöð Nei. að eiga barn. Nei. þannig að það er, þú veist, finnst mér brýnast að við tökum alla með og erum auðvitað að líta undan og sjá, við þurfum að vera með eitthvað ákveðna mynd, heldur er myndin bara flóran, sko. Erum við að ná til allra. Og kannski eiginlega frábær ábending og frábær punktur núna þegar kvennafrídagurinn er á morgun. Við sáum svo stórkostlega framkvæmd hans í fyrra og vorum með þetta að verði svona viðlíka stemning fyrir þessu í ár og þá fannst mér, ég er nú stundum stolt af mínu vinnustað og aðra daga minna en það sem þó var þar gert og ég vil kannski minna á bara hreinlega fyrir morgundag, ég vona þessi nægu fyrirvari að þar fylltu allar konur liði úr Efstaleitinu niður á Austurvöll en þess var gætt og það hefði verið gætt með miklum fyrirvara að hringja í það fyrirtæki sem að annast hreingirningar og þrif hjá Efstaleitinu vegna þess að það eru mestmegnis konur og þess var gætt að þær myndir ekki gleymast á þessum degi og það er ekki svo ömurleg staða uppi að allar konur hefðu yfirgefið húsið en eftir sætu resttæknar kvenkyns sem að enginn hafði hugleitt að ætti að taka þátt í þessum degi en það var þess gætt að þessi dagur yrði skilmerkilega færður til bókar rukkað fyrir hann að öllu leyti og þessar konur slóðust í hóp með hinum til þess að fara saman niður til. Það verða allar að fá að vera með. Við vorum í framkvæmdaráði kvennafrídagsins í kvennavefnins í fyrra vorum passaðum rosalega mikið upp á það og hringdum í fyrirtæki sem hver er að drífa hér og svona og það var gett mikið. Þessi meðvitund verður að kvikna og verður að lifa. En ef ég má svara þessu, þetta er frábær spurning og ég er alveg bara, ég veit hvað þarf að gera. Af því það er 24. október á morgun, stór dagur, kvennahreyfingin sem er ein af þessu frábæra við Ísland sem ég þreytist ekki við að tala í útlandum og er mjög oft spurð hvernig okkur tókst að skipulega þetta, hvernig tókst konum 75
að skipulega kvennafrídaginn, þessi kvennasamstaða sem það að ræta og er mjög sterk. Þannig að kvennasamstaða, hópur sem stóð fyrir þessu í fyrra, er að standa fyrir partí á morgun. 34 samtök munum hittast og bjóðum öllum velkomin í Bíóparadís, þar sem við munum 6:30, þar sem við munum afhenda kröfur okkar til stjórnmálaflokkanna, og eftir það horfum við þessi frábæra mynd dagurinn sem Ísland stöðvaðist, beygja Ísland stöðst til. En það sem það að gera og okkar kröfur í fyrra sem voru lesnar upp og kvennahreyfingin er alltaf að tala, er að endurmat á virði kvennastarfa. Það er stóra málið. Annars stóra málið ólaunuð vinna kvenna og umönnunarábyrgð. Þetta er fræga 3. vaktin og 4. vaktin og umönnunarbilið og af hverju erum við leikskóla og hver hugsaðum fullorðið, það er það, og svo kynbundið ofbeldi. Þetta trend, þetta er eitthvað sem rauðsóknir hafa verið að tala sem kvennalýsning hafa verið að tala sem við erum ennþá að tala og ennþá kljást við vandamál og hluti sem konur hefur gert í 100 ár. Þannig að það er svona, stundum konum fallast hendur stundum, að við erum enda að tala sömu hluti, en það er svo mikilvægt að það eru koma nýjar kynslóðir, það eru koma nýjar birtingarmyndir misréttis sem ég var að nefna, en samt svo svaklega mikilvægt að við stundum saman og einhvern veginn kerum þetta áfram. Akkurat. Það er ástarkraftur svo líka samstöðukraftur. Samstöða er stórmerkileg. Sigríður, Dúna, hvað er brýnast? Ég tek undir það sem að hér hefur sagt og sem Tatjana var að segja, og vil kannski árétta sérstaklega svona í lokin að þó að við séum enn að tala það sama. Núna hvern áratuginn á fætur öðrum. Að láta ekki hugfallast. Að láta ekki dropinn hola steinin. Og auðvitað náðum við í gamla daga rauðsokkur og kvennalistakonur. Við náðum ekki öllu því sem við óskuðum okkur. Að sjálfsögðu ekki. Og sem við ætluðum okkur. En það komu aðra konur á eftir okkur og áfram heldur þetta, og það skiptir bara öllu máli að það er mikilvægt. Að halda áfram. Það er úthaldið sem er erfiðast. Semsagt. Búm, eins og maður segir. Mic drop. Þetta er stórkostlegt. Ég er full af innblæstri og krafti eftir að hafa hlýtt á ykkur. Ég þakka þeim sem heimasitja fyrir ykkar framlag og þeir sem hér eruð stödd fyrir dásamlega orku og nærveru. Við getum haldið endast áfram með þessar samræður. Ég var alveg til í að spjalla til miðnætti, sko. En ég hef hugsað að við sammælumst kannski bara það að hittast í Bíóparadís á morgun klukkan 6:30 og taka morgundaginn trompi. Stórkostlegt tækifæri. Og svo syngjum við áfram stelpur. Já, akkurat. Og dómar heimsins. Og já. Akkurat. Ég er svona prakkarætt smá hérna í lokin og bara fá ykkur til að segja í stuttumáli frá því hvað ykkur finnst best við að vera kona. Af því að mér finnst þau stundum svolítið feimnar og feimin við að tala það. Það er geggjað hlutskipti að vera kona í þessu lífi. Það er æðislegt að mörgu leyti. Af því fylgir svo margir fallegir, stórkostlegir, djúpir hlutir og reynsla, innsýn, næmni, allskyns. Og ég er bara ógeðslega forvitin. Hvað finnst ykkur mest næst? Hvað finnst ykkur best við að vera kona? Ég veit þetta er stór spurning, en ég held að sé... held ég aldrei hugsað þetta. Nei, hugsaðu það til dæmis. Mér finnst það bara, þú veist, að eiga þessa djúpa vinskap. Þú veist, það að eiga þessa nánd. Vináttan. Mér finnst það, þú veist, eitt af því sem er bara frábært við að vera kona. Það er allt í lagi að vera með þessa nánd. Ég þekki ekki annað, þannig að mér finnst bara dásamlegt, mér finnst lífið dásamlegt, en mér finnst líka að karlmenn þjást líka.
út úr feðraveldinu og það þú veist, ég held að við sem að margan hátt eins og þessi frjálsari að segja hluti og hér auðvitað, nú tala ég út frá mínum forréttindum sjálfsögðu, en ég bara held að karlmúnu í Afganistan líði ekki vel. Þannig að ég bara er mjög sátt við mín hlutskipti sem kona. Sigríður? Já, það er stórt spurt, en ég, sko, það er eitt sem að þegar maður er kona, sem er öðruvísi en það að vera karl, og það er það að fá að berjast fyrir kvenréttindum og kvenfrelsi. Og það er eitt af því sem að ég hef notið hvað mest í mínu lífi. Fagna því? Ég fagna því. Já, dásamlegt. Systralag. Systralag? Systralag. Akkurat. Mér finnst það stundum vera eins og svona einhver ofurkraftur að vera kona. Mér finnst það vera svo margt sem því fylgir einhvern veginn svona tungumál sem að við skiljum alls kyns víddir og dýpt, innsæi og svona eitthvað nánast yfirnáttúrulegt sem fylgir því að vera kona sem við eigum að fagna, raunverulega, styrkja og leyfa okkur að finna fyrir og beita líka og nýta sér styrk og meðbyr í þessu lífi. Takk kærlega fyrir ykkar framlag í kvöld. Ég ætla að kynna ykkur aftur skýrt og skilmerkilega svo að fólk geti fylgt öllum ykkar góðu verkum í framhaldinu. Brynja Elísabet Halldórsdóttir, dósent við Háskóla Íslands, Tatjana Latinovic, formaður Kvenréttindafélags Íslands og Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður Kvennalistans og prófessor emeritus. Takk þeir sem með sitjið. Ég ætla að sinna örlitlu bókhaldi hér í lok samkomu. Það er hér QR-kóði sem hægt er að skanna. Hann er hér víða upp veggi þar sem þið getið fellt ykkar dómi yfir samkomunni. Sagt hvernig ykkur fannst þessi fundur, hvort hann gerði eitthvað gagn og kunnum ofsalega vel að meta alla endurgjöf á þessa fundi, vita hvað maður betur fara og so forth. Og svo langar maður að minna á næsta fund í þessari sirpu sem er 30. október og hann ber yfirskriftina Gagnkvæm aðlögun, inngilding flóttafjölskyldna á Íslandi sem að kemur skarast að einhverju leyti svolítið við það sem við höfum rætt hér í dag. Ég hvet ykkur öll til að fylgjast með því, mæta vonandi á þann fund. Annars bara þakka ég kærlega fyrir mig og við sjáumst öll á morgun í Bíó Paradís eða á næsta fundi hér í Hannesarholti. Takk.